Já, sigur í dag, komin upp í lengi, hvernig líður þér? Bara stoltur og smá meir en bara þetta er bara fyrra markmið er að vinna deildina og við höfum það eftir, þannig að við höldum allan áfram. Þannig að maður segja svona helmingur af markminu komið. Já, auðvitað er aðal markmið að komast upp í deild en við hins vegar ætlum okkur alla tíman að vinna þessa deild og við ætlum að klára það líka. Þeir eru náttúrulega búin að tryggja upp í deild, er ekki bara best bara að króna þetta bara með svona frammistöðu? Jú, þetta var eiginlega okkar heilsteyptasta frammistaða sumar fannst mér. Menn voru greinilega vel gíraðir og tilbúinir að klára þetta fyrra markmið og þetta var ótrúlega fjölda færum og góðu stöðum sem við vorum að komast í og þvílíkir yfirbyrði, þannig ég er bara ótrúlega stoltur af strákunum. Góð heildarframmistaða. Einar Karl framleggir bara í morgun og ég meina, hversu stórt er það fyrir ykkur? Bara ótrúlegt, veist. Ég ætla að þeirra gæfu aðnjótandi að hafa náð að fá hann hingað og Pablo og Jonna og fleiri lykilpóst sem að koma hérna og svona gefið okkur dýrmæta reynslu og í bland við auðvitað bara marga uppalda haukastráka henni í dag, þannig að við erum bara ótrúlega heppnir með hann hóp sem við erum komnir með og margir að bætast við núna, þannig að við þurfum að huga vel að því upp á næsta tímabil að vera með sterkan og góðan kjarna sem að kannski svona leiðir þetta, en bara ótrúlega flottur hópur hjá mér. Þannig að maður líður í næsta sumar, þessi reynsla, þetta mun nýta ykkur mjög vel? Já, klálega, og margir af strákum hafa bara gert það oft áður og þetta er núna fjórða skipti sem ég fer upp í deild, annars vegar sem þjálfari eða leikmaður, þannig að þetta er komin ágætt reynsla í þetta, þannig að við vitum alveg að við þurfum að gefa ennþá meir í ef við ætlum að gera vel næsta ári. Hérna, Óskar Örn spilar sérsta leik, er hann að fara að taka upp skóna í lengi? Hann er bara alltaf með á æfingum, alltaf til taks. Það er búið að vera smá hallari hjá okkur, 5-6 middir og við ákveðum að henda honum inn, það vantaði smá reynslu og völlurinn fyrir norðan var bara þannig að við vildum hafa smá þunga hann á kantinum með mann sem getur haldið bolta vel og Óskar er náttúrulega ótrúlegur leikmaður og búinn að vera ótrúlegur partur af þessari vegferð með mig líka, saman með Daða.